Já, við erum hérna í árlegri súpu, kjötsúpu frá Skólamat. Við ætlum aðeins að reyna að kíkja betur á hana hérna. Það er mikið stuð og stemming hérna á bæjarstjórnarbandið að spila. Þannig að við ætlum að kíkja aðeins, komið. Strákar, þið eru í beinni útsendingu með þessa kjötsúpu hérna. Já. Hvernig er hún? Bara meira, þetta góð. Það? Já. Hefur ekki smakkað hana? Jú, ég var að klára eina. Ég bara varð að vera búinn að smakka áður ég kæmi til ykkar. Já, ok. Þetta sammála? Þetta bara eins og hjá mömmu. Ég þetta hjá mömmu? Mömmu heitinni, já. Það spyr ég Axel spyr Axel hvaða uppskrift hann er með. Hann er kannski með uppskriftin hann mömmuðina. Það gæti verið, ekki ólíklegt. Þetta alveg snildi á honum. En hvað, slepptu þið þá að grilla? Já, reyndar. Fekkum við bara 2 bauka og skrapp hérna niður til. Þetta er góð. Alveg einstaklega gott. Og góð stemming hérna í þessu fína veðri. Já, alveg frábær. Og veðrið, það ekki spillir það. Það spillir ekki verið. Og svo skellir sér á balli í kvöld með Júdas, eða? Hver veit? Hver veit? Alltaf hann að fara í gamla hverfið og hlusta á lögstunnar. Alltaf að fara og hlusta? Já. Glæsilegt. Bara á heimatónleika? Já. Ok, við ætlum að kíkja hérna og reyna að fá okkur súpu. Takk fyrir stokkar. Jæja, Fanny. Við erum hérna í beinni útsendingu. Í beinni bara? Já. Ertu búinn að fá þér súpu sjá? Ég er búinn að fá, þannig að ég ætla að afþakka. Ég fekk mér hádegin. Fékkst þér í hádegin? Já. Ertu ekki þannig söng síðan? Nei, ég fæ mér eftir smá, þegar ég er búinn að skammta. Það var eitt hérna sem sagði mér að þetta væri uppskriftin hennar mömmu. Já, einn sagði mömmu. Hvaða uppskrift er þetta? Vitið þið það? Það er spurning, hvað hernaði lindamálið er? Hvar er Axel? Hann er Axel er að fulla skammta, hann er að vinna fyrir kaupinu núna sko. Heldur betur. Vinna fyrir kaupin. Já. Þessi elska. Sæl. Hæ. Jó, hann er. Heyrðu, við ætlum að finna hann Axel hérna. Það er mjög þröngt á þingi hérna. Hér er Axel Jónsson, höfuðpaurinn, stofnandi Skólamatar. Og við ætlum að reyna að hafa upp á honum. Já. Ég held að við ætlum að kíkja hérna hinum megin. Nei. Hér erum við konum við Axel Jónsson. Já. Geturðu gert 20 í einu? Já, fullt í einu. Ok, haltu það bara áfram að afgreiða. Já, ég held áfram. Ég fæ að lauma til þín spurningum. Já, gerðu það. Er það ekki? Það var einhver hérna sem sagði mér að þetta væri uppskriftin hennar mömmu. Hvað segir þú um það? Nei, þetta er uppskriftin hennar ömmu. Amma gerði góða súpu. Og hver man ekki eftir því, það var sagt í gamla daga að ef maður var veikur, það var tvennt í söðunni, það er að fara út að labba, koma heim og fá góða kjötsúpu. Þar með var þetta búið. Þannig er þetta. Og þú sérð þetta fólk hérna, það er allir allsælir með súpuna. Hvað hérna? Og það var sagt líka í gamla daga, oft voru verið góð, en aldrei eins og núna. Ég held að það sé rétt hjá þér. Hvað er þetta margir skammtar heldur sem þú ert að afgreiða? Já, ég segir þessu í kvæðinu, hætt að telja, þetta er búið. Þetta er nú Linda, hvernig er þetta gott? Þetta er svakalega gott. En hérna, er einhver leyndardómar á bak við það að gera góða kjötsúpu? Já, leyndardómurinn er sá að breyti ekki út af venjunni. Hafa hann alltaf eins. Ef þú gerir þetta alltaf eins, þá venst fólki á þetta bragð og til lengri tíma litið þá verður þetta bara alltaf betra og betra. Er þetta svona eitt skemmtilegasta verkefni sem að þú sinnir? Páll, ég verð að segja það. Þetta er það. Þetta er rosalega gaman að geta gefið svona mörgum að borða í einu. Hvað heldur það séu að gefa mörgum hérna í kvöld? Já, í kvöld er þetta, gæti ég trúa svona 5.000 skammta pluss mínus. Það hefur oft verið margt á ljósanótt hjá okkur, en ég held að þetta sé fjölmennasta. En þetta gerðum við líka ráð fyrir því. Veðrið hefur sitt að segja
gjörðu svo vel. Og hérna, þannig að þetta er bara rosalega gaman. Klippa. Súpu! Súpu! Við viljum súpu! Það vantar súpu! Donni, súpu! Þetta er Jón Axelsson, sonur Axels. Það eru fjölskyldan í þessu. Hér er eitthvað fólk að bíða eftir súpu. Ætlaðir þú ekkert að elda í kvöld? Jú, sko, það er kjötsúpa heima á morgun, en við fáum alltaf kjötsúpu hjá Axel. Þú veist, það er bara, það er ómissandi. Maður finnur enga grilllykt í bænum. Nei, það er allir með súpu. Axel er með súpu og þá er ekkert verið að grilla. Það er bara svoleiðis, svo grillum við á morgun bara. Ekki? Algjörlega. Er allir að skemmta sér vel á ljósunum? Já, já. Þetta er bara geggja veður og bara æðislegt, sko. Bara flott stemning. Gerist ekki mikið betur en þetta? Nei, það skoði búður og versla og... Einhver atburður sem að þið haldið mest upp á? Það er bara... Viðburður? Það er náttúrulega alltaf laugardagskvöldi, alltaf skemmtilega, sko. Svo eru alltaf þessar sýningar. Já, og í gærkvöldi fórum við alltaf á sýningarnar í gær og svona, það er alveg orðið fastu liður. Skemmtilegt. Ég ætla ekki að tæfa ykkur meira, fara að fá ykkur súpu. Takk fyrir. Já, það er fólk hérna í löngum röðum að bíða eftir súpu. Hvað segir þið, stelpur? Hvað er þið að gera hér? Gaman að ljósunum? Já. Er þið búin að fá að fara í eitthvað leiktæki? Komdu og segðu þetta, hvað? Nei. Hvað ætlið þið að gera? Það að fara í smá í fallturnin eða eitthvað. Ætlið að fara í? Fallturnin. Í fallturnin? Ekki neitt. Er það ekki svakalega, verður maður ekki hræddur í fallturninum? Jú. Ég er því alveg skítræddur. En þú ætti að láta að vaða? Já. Ok, séðu. Ég held að það hafi aldrei verið jafn margt fólk á ljósanótt eins og núna. Það er náttúrulega, auðvitað spila veðrið inn í það. En hér er fullt af fólki og við ætlum aðeins að taka hérna rölt. Og það er bara sungið Traustu vinur hjá bæjarstjórnarbandinu hérna. Ég held að Hilmar, og eftir að sýna áhorfendum hérna hvað er í gangi upp á sviði. Hvernig er súpan? Svaraðu strax. Súpan er bara mjög góð. Hún er betri hjá mér heima, sko. Ha? Súpa mín heima er miklu betri. Nei, ég trúi því ekki. Akkur eftir á hér? Smakka á þessu. Hvaða uppskrift er þetta? Þetta er frá þeim að skólum. Ömmu, sagði hann. Hvað, ertu búinn að fá? Nei, ég ætti ekki að fá mér núna. En það er engin grillikt í bænum, það er engin að grilla. Nei, það er allir hérna. Við líka. Góða skemmtu. Takk sem leiðis. Jæja, við röltum hérna svaka stuð og stemming. Já, það er komið gestur. Sem
annað? Já, og svo þetta höngum í baki okkur, við komum á næstu sólsyndurshátíð og syngjum fyrir. Já, eitt lag. Takk fyrir mig og gleðilega hátíð. Það er nú óvænt ánægja að fá að stíga á stokk með þessum heiðursmönnum hér. En þetta sýnir bara hvað við vinnum vel saman hérna. Er það ekki? Gleðilega hátíð. Hvað varst þú að gera það? Já, ég held bara að Reykjanesbær geti ekki á nokkuð verið í garðinum. Jæja, Magnús bæjarstjóri í Garði. Þetta var náttúrulega traustur vinur. Þú ert traustur vinur Reykjanesbæjar? Já, við getum orðað þannig. Já, var þetta undirbúið? Nei, alls ekki. Algjörlega óundirbúið. En það var fjör hjá ykkur garðmönnum í sumar á sólsyndurshátíðinni, þú varst þar? Já, sjálfsögðu. Já, það var mjög vel hefnað. Sama blíðan? Alltaf blíða, sko. Alltaf blíða. En þetta er gaman, þetta er svona slútið á sumrinu, ljósanótt? Já. Hefurðu kíkt hérna undanfarin ár? Já. Þetta er mjög bara vel hefnað og skemmtilegt, sko. Góða skemmtun, takk fyrir. Sömuleiðis, takk. Og svo takkið á því núna! Sjáðu jökulinn loga, allt bjart fyrir okkur tveir, því ég kominn heim að ferða nóttum þín, ég sem fagnar höndum tveir. Ég kominn heim, já ég kominn. Jæja, Kjartan. Og fáum núna nikkuna. Og svo tökum við á því núna. Láta heyra með nýsuna! Sjáðu jökulinn loga, eins og við gerðum í sumar. Allt bjart fyrir okkur tveir, því ég kominn heim að ferða nóttum þín, sem ég fagnar höndum tveir. Ég kominn heim, já ég kominn heim. Ég kominn heim, já ég kominn heim. Takk fyrir okkur og góða skemmtun og gleðilega ljósahátíð. Þetta var svaka fjör. Jæja. Ég held að við séum búin að slá í gegn, Baldur. Glimrandi stemning. Komið til að vera, held ég. Já. Er það? Þeir eru væntanlega orðin jafn þreytt á því og Ég bara veit ekki þegar að Kristján hættir, hver á að leysa hann af á bongóinu. Heyrðu, Það er spurningin, það eru nú tveir þessum menn Er eitthvað blik í þessu? Já. Stuðið heldur áfram. Það er svolítið country í þessu og harmoníkunni. Þetta er mjög skrautleg bæjarstjórn. Hérna, þá skulum við nú koma Þetta er þessi skrautlaug sveit, það er ekki hægt að heita því. En hvað æfið þið mikið? Ekki neitt. Helst ekki. Við látum bara, þetta er nóga kjötsúpu, þið þurfum ekki að vera þarna allan tíman, sko. Svolítið mikil háaði þetta? Hún klárast ekki, nóga henni.
Hvað ætlum við núna? 20 mínútur? En það er bara þannig þegar maður er með Árna og Guðbrand og Böðvar, þá ráða þeir þessu. Við erum bara uppfylling hérna sko. Já, þessi Böðvar er forseti hljómsveitarstjórnar og fjármálastjóri er Ellert Eiríksson, nýráðinn. Árni mætur á vitlausum dögum, þannig að þetta lofar góðu sko. En við látum bara hverju lagi nægja sína æfingu, það er bara þannig. Og með sko, höfum það að leiðarljósi að þetta þarf ekkert endilega að klikka sko. Nei, en það má alveg leikandi klikka. Það má. Við erum náttúrulega vanið því að fagnaðarlátin ætla allir að byrja, þannig að þetta er bara ennþá betra sko. Dálítið atriði að ná að enda bara saman. Þetta skiptir dálítið máli. Mér fannst hljómsveitin hans Bubba, hún var ekki alveg með á öllum æfingunum. Nei, það grínar hans Bubba. Svo kom Tröstur vinur úr garðinn. Já, mjög óvænt. Og stelpur inn á kantinum. Þetta er haugfránu Baldi sem að spottar út. Það er svo lítið að gera hjá honum að spila. Hann er að horfa á áhorfendurnar á meðan. Og hann sá Magnús. Það sá engan annan bæjarstjóra að verðu hann í verkefnið. Nei. En hvað er svona hápunkturinn hjá þér, Baldur, á þessari ljósa næturhátíð? Þetta, við veist að hápunkturinn í þessu, það er hvað margir er að taka þátt. Hvað margir er að leggja eitthvað hönd á plóg og opna húsin sín og það eru heimatónleikarnir og það eru sýningar út um allt. Þannig að mér finnst það að vera hápunkturinn. Hvað fólk er virkilega að taka, svona, rífa sig upp og gera hlutina. Kristján, þú ert nú einn af þeim sem stendur í ströngu á ljósahátíðinni með blik í auga. Eins og við allir. Já, reyndar, en það er þessi mikið prógram hjá ykkur, þessi tónleikar, og þið eftir að halda tvenna tónleika. Já, við erum alltaf lagt þetta upp þannig að við gerum þetta á miðvikudögum, svo erum við bara rólegir á fimmtudegi, föstudegi og laugardegi og skemmtum okkur. Mér finnst þetta vera einn af hápunktunum. Þetta kom til í fyrra, það endurvöktum við bryggjuballið. Og bæjarbúar er að koma hingað að fá sér kjötsúpu og skemmta sér. Þetta er svolítið eins og Baldur segir, við erum að fara á heimatónleika en já, ég meina, svo klárum við þetta á sunnudeginu, þá erum við kannski, þegar aðrir eru svona að fara á listasýningar, þá förum við upp í Andrús. Og skemmtum drengi, takk fyrir. Takk. Við verðum eiginlega að smetla einu stuttu viðtali hérna á Guðbrand Einarsson, forseta bæjarstjórnar, hann er að skila græjunum með bílinn. Er eitthvað annað gigg í kvöld? Þetta var 4. giggi í dag. 4? Já, þannig að það var ágætt að slútta þess á þessu. Við byrjuðum sko niður í Ráðhúsi klukkan 3 og svo erum við búin að fara í stórmarkaðina, sumi okkar og aðrir með og ég fór með stelpurnar mínar í dag og þannig að þetta er búið að vera annarsamur dagur. Mikið fjör. Mikið fjör. Þessi hátíð, já, það sem að vera, er nú ekki langt úr því að hreinlega toppa bara. Já, við erum náttúrulega bara að vera svo heppin með veður. Það er alveg ótrúlegt að við skulum vera að fá nána suma veður bara núna í september. Þannig að þetta mun örugglega toppa það sem hefur verið. Ég held að fjöldi fólk sem kemur í bæinn á morgun verður mjög mikill. Þannig að þetta verður bara mjög skemmtilegt. Ég spurði bæjarstjórana við setninguna hversu mikilvægt þetta væri svona fyrir samheldni í bænum. Hver er þín skoðun? Ég finnst það bara alveg tvímælalaust. Það er bara gaman að koma saman og gleðjast sko. Við gerum allt og lítið að því. Við höfum alveg möguleika til þess að fullt af fólki sem getur gert ýmislegt, bæði í söng og í myndlist og hinn og þessu og við höfum bara að nýta okkur það. Við eigum hér fallegt torg og við getum bara sest þar á sólardögum og fengið okkur ís og talað saman og spilað og gert eitthvað skemmtilegt. Ég til dæmis bjó eitt sumar á Neskustad og þegar kom gott veður þá fórum við bara með græjur niður á torg og spiluðum og höfðum gaman. Við getum alveg gert eitthvað af þessu hér á Suðurnesjum og í Keflavíkinni. Ég held það. Takk fyrir og góða skemmtun. Sömuleiðis.